Íslenskar aðstæður. Komið sæl. Í dag hefur verið vestlæg eða breytileg átt á landinu og það létti víða til síðastliðna nótt þannig að það frysti til að mynda í Árnesi og Bakkagerði. En hæst komst hitinn í 15 stig á Suðausturlandi í dag. Og á stóra yfirlitskortinu þá getum við séð að það er lægð sem ræður veðrinu hjá okkur. Hún er hér milli Íslands og Grænlands en önnur lægð er hér fyrir austan okkur og fjarlægist. Og þróunin til morguns er nú sú að lægðin sem er hér fyrir vestan okkur kemur í austurátt með suðurströndinni og dýpkar smám saman og dregur inn kaldara loft inn á vestanvert landið í nótt og á morgun og svo verður hún áfram hér á þessum slóðum næstu dagana. Og á hitasviðinu þá getum við séð að það var tiltölulega milt loft hér yfir suðaustanverðu landinu í dag en til morguns þá kólnar og blái liturinn hér norðvestan til í fyrramálið og verður hann svo komin yfir allt landi seinnipartinn á morgun og annað kvöld og verður nokkuð kalt hjá okkur annað kvöld og á þriðjudaginn. En ef við skoðum hér vind og úrkomu og skýjahulu frá því núna í kvöld og næsta sólarhringinn þá er að sjá hér úrkoma víða land í kvöld og nótt og svo verður samfelld rigning hér suðaustan til þegar líður á morguninn en í fyrramálið hefur verið gefin út viðvörun á norðan-vestanverðu landinu út af hríð og þá einkum á fjallvegum og einnig hér norðaustan til og austanlands þegar líður á morgundaginn. En í fyrramálið klukkan 10 verður viðvörun komin í gildi á norðvesturhluta landsins og þá er það Strandir á Norðurland vestra og er það búist við að verði víða hríð á fjallvegum og þá er reiknað með að verði strekkings norðanátt hér vestan til á landinu en hægari vindur austan til, rigning að mestu leyti á Suðausturlandi en úrkomu lítið norðaustanlands og hitatölur komnar heldur niðurleið svona frá 2 upp í 5 stig norðan til en 8 til 10 stig sunnanlands. Og svo seinnipartinn á morgun þá eru viðvaranirnar komnar einnig hér á norðausturhluta landsins og inn á hálendið annað kvöld og heldur búið að kólna meira og þá er varað við snjókomu hér inn til landsins á norðausturlandi og einnig hríð hér á fjallvegum austan til en úrkomu lítið á sunnan og vestanverðu landinu. Og áfram strekkingsvindur víðast hvar. Og svo áfram frá því annað kvöld og fram eftir degi á þriðjudag þá verða viðvaranir í gildi ýmist út af snjókomu eða hríð hér austan og norðanvert landið eða vindi suðaustan til og einnig vindi tíma hér vestanlands og svo falla þær hægt og rólega úr gildi seinnipartinn á þriðjudag og þriðjudagskvöld en þeir sem eiga mikið undir veðri ætti að fylgjast betur með á þriðjudaginn. En staðan verður þessu lík hádegi á þriðjudag, varað við vindi á vestanverðu landinu og hér einnig sunnan til og talsverðum vindhviðum suðaustanlands allt að 40 metrar á sekúndu þar og talsverð úrkoma verður á norðausturlandi og austfjörðum og rigning þegar líður á þriðjudaginn. Og það hlýnar heldur þegar líður á þriðjudaginn þannig að úrkoman breytist úr slyddu yfir í rigningu. Og á miðvikudag áfram norðlæg átt hjá okkur með úrkomu norðan og austan til en þurrt að mestu leyti sunnan og vestan til og heldur minnkandi vindur og áfram á fimmtudag reiknað með norðlægri vindátt og nokkuð svölu veðri og þá úrkoman í formi slyddu eða rigningar fyrir norðan en þurrt og bjart sunnan til. Og ef við lítum hér örstutt á önnur lönd í Evrópu þá er að sjá skúraveður bæði á Írlandi og í Noregi. Einnig skúraloft víða hér í miðálfunni en sólríkt við Miðjarðarhaf og á Íberíuskaga er útlitið að verði skúraloft norðan til og með vesturströndinni en þurrt sunnan til og á Kanaríeyjum er gert ráð fyrir yfir 20 stiga hita og skýjuð með köflum eða bjartviðri og í Norður-Ameríku er hæð hér suður af vötnunum miklu og nokkuð bjart veður þar og hlýtt en skúraloft víða í kringum Klettafjöllin. En hjá okkur er gert ráð fyrir að verði nokkuð hvöss norðlæg átt á morgun, kólnar og hefur verið varað við veðri mestallt land annað kvöld og á þriðjudaginn. Verið sæl.